begun, and metal shall prevail. For we know what they have done. 5 legends of our realm who sought to follow the path of their dark musings. But they did not know what they had summoned. Pentakill. To these creatures, there is but one thing left to do. Heavy metal.
Góða kvöldölsumul og velkomin í Kía-deildina. Ég heiti Mist, mætt aftur til þess að lýsa hérna í kvöld. Með mér í kvöld samt svolítið nýr gestur. Hún hefur ekki verið að lýsa í Kía-deildinni so far, en var að lýsa í kaftansmótinu og í áhamannadeildinni á sínum tíma. Hún Ragnhildur Sara. Góða kvöldið. Já, góða kvöldið. Ertu ekki bara hress? Svaka hress og bara hlakka til. Já. Viltu kynna hérna hvaða leikir eru í kvöld? Já, í kvöld ætlum við að fylgjast með CBT keppa á móti Whisky, bæði lið sem tóku þátt í seinustu Kía-deild, en þau eru bæði búin að breytast aðeins til hins betra, segja sumir. Já, ég gæti verið mjög samanlega. Þetta eru mjög skemmtilega line-ups. Hérna, ef ekki bara skegla á okkur að fara yfir það? Jú, endilega. Hjá Whisky þá erum við með Baunadós í toppleininu. Svo erum við með Icelandic Hero sem skóarmanninn. Í miðjunni Siggin Vaff 2 og í botnagrinninni eru þeir Mjauki og Cat Maniac saman. Þetta er svolítið nýtt dúo. Við erum náttúrulega, hérna, núna Icelandic Hero nýr sem jungler. Akkurát. Eða íslenska hetjan. Hvort ég segi Icelandic Hero. En hérna, já, Mjauki heldur sér í ADC-rólinu, hefur samt verið svolítið að skiptast og núna Cat Maniac support. Nákvæmlega, og í seinustu viku kepptu bæði liðin og unnu bæði leikina sína, en hérna í seinustu viku þá var sem sagt desilítri í stuðningsmanna hlutverkinu, en núna það Cat Maniac og það dálítið svona Mjauki og Cat Maniac hafa spilað dálítið meira saman heldur en Mjauki og desilítri, þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig það breytist eða hvort það breyti einhverju. Já, nákvæmlega. Hoppum við bara í Coolbeans team, það eru líka nokkra breytingar. Já, þar í toppakrein leikmaður, í skóginum HCNB eða Bench, skrifað aftur og bakk. Í miðju akrein Addi og í botnakreininni eru þeir Octopus og Kiss the Rain. Ég er svo spennt að sjá Kiss the Rain. Kiss the Rain var ekki að keppa fyrir áramót í Kía-deildinni, en hefur samt alveg lengi verið að keppa í alls konar íslenskum mótum. Ég til dæmis keppti á mótinni í RIG á sínum tíma og frábær spilari. Ég er mjög spennt að sjá hann að spila aftur. Við erum búin að sjá Addi, Octopus, Bench og leikmaður áður, allir mjög fínir spilarar. Þannig ég held viðbótin á Kiss the Rain sé bara æðislegt að hún bara frábær support. Akkurát. Já, það verður mjög spennandi. Þetta eru tvö mjög sterk lið. Þannig ég býst alveg við hörkubardaga frá báðum liðum í þessari bara þessum leikjum, þessari seríu. Já, nákvæmlega. Það er mér skemmtilegt. Ég persónulega bjóst ekki við að Whisky myndi breytast. Breyta line-upinu sínu mikið. Ég hélt að þau myndi bara halda áfram með sama line-up. En hérna erum við búin að fá Icelandic Hero sem bara mjög vel þekktur í samfélaginu og bara einn besti jungler í íslensku samfélaginu nú til dags. Þannig, og hefur lengi verið líka þekktur sem svolítið góður IGL fyrir lið. Hann rosalega góður í að sorkala og gefa svolítið svona sem jungler getur verið svo þægilegt að geta bara leiðbeint. Já, svona leiðir dálítið liðið og hvað liðið gerir. Já. Sem Mjög mikilvægt hlutverk og bara svona nauðsynleg staða, svona óformleg staða sem öll lið þurfa dálítið að fylla. Mér finnst það í mörgum öðrum leikjum, til dæmis Valorant, þá alltaf bara ákveðið, þú ert IGL, þú ætlar að sorkala. Og ég hef persónulega alltaf, mér finnst alltaf gott í lík að sjá minnst einn, það þarf ekki verið eins heilagt og í mörgum öðrum eins og CS og Valorant og Overwatch held ég sé líka með þetta svona. En mér finnst það rosalega mikilvægt að það sé eitthvað sem tekur að sér að vera bara ok, við förum á Dreika núna. Akkurat. Og það þarf ekki alltaf að vera junglerinn, það mjög oft junglerinn að því hann hefur svo mikið awareness á mappinu og hvað allt í gangi og ekki með 1v1 lane til þess að hugsa með 2v2 lane.
þannig já, ég er bara spennt að sjá hvernig viðbútin á Kiss the Rain og Icelandic Hero verður. Já, akkurát. Ég held einmitt líka að þetta patch, sérstaklega, og líka bara þetta meta er rosalega gott fyrir þessi lið. Við erum með, Diana er rosalega sterk og þannig er, einmitt. Já, hún er vinsæll champion hjá báðum liðum. Það er, einmitt, ég hef farin að fá tilfinningunni í þessu nýja sísoni að, leikirnir spilast dálítið hraðar og það gerist dálítið meira. Það er svona meira frelsi til þess að færa sig á mappinu og svona endurstilla sig. Bæði bara að koma hraðar frá base og aftur út í grennar eða í skógin eða í gryfjurnar. Og einmitt, þessi bæði lið eru mjög svona, þeir eru mjög kröftug, þannig þau ættu að geta nýtt þessar breytingar rosalega vel. Nákvæmlega. Við fáum bara að sjá hvað þau pikka og hvað þau banna. Já. Núna, ég held að draftið sé bara tilbúið kemur það upp. Já, það er að byrja. Og Diana. Við vorum búin að tala það fyrir leikinn að Diana myndi vera pick-up-bann. Bench er búin að vera svona næstum því að spila einungis Diana, allavega. Já, í seinustu leikjum þá er það bara Diana, þannig Whiskey ber mikla verðingu fyrir því og bannar hana strax og CBT tekur út Jarvan. Jarvan, það er ég nú ekki að hann var rosalega bannaður. Sona! Sona reyndar, Sona er rosalega sterk í þessu patchi. Hún hefur verið það líka bara síðustu nokkra mánuði. Það eru bara ákveðnir haters. Sona haters. Ég hef nú verið að spila, það voru rosalega skemmtilegt. Já, það eru bara því miður ákveðnir haters í communitynu sem hata Sona en þá eru átt á alla sem elska hana. Já. Nidalee-bann hérna hjá CBT og svo Sion-bann hjá Whiskey. Sion-bann í Megasens, leikmaður er mjög vel þekktur fyrir Sion. Nidalee-bannið er með beint á Icelandic Hero. Nidalee bara getur mjög sterkur karakter á sterkum spilara. Akkurát, Whiskey er að dreifa dálítið bannanum sínum að taka svona sterka championa frá einum og einum á meðan CBT er dálítið að einbeita sér að Icelandic Hero en þeir taka vissulega líka Rumble í burtu frá honum Baunadós. Og first pick frá Whiskey er Kiana og þetta er vissulega karakter sem getur farið bæði mid og jungle. Icelandic Hero og Sigyn of 2 eru báður búin að vera að spila Kiana mjög mikið upp á síðkastið. Þetta gæti alveg verið flex og Siggy mjög hefur verið að spila mjög mikið Kiana í rangt. Við erum með Sivir fyrir Octopus. Sivir líka rosalega sterk, geta bara push lanes instantly, hefur rosalega mikið áhrif og er rosalega pirrandi fyrir botlane á Whiskey. Mjög pirrandi. Þessi playstig líka hjá Sivir held ég gæti pirrað svolítið playstiglinn hjá Miyagi og Catmaniac. Já, ég held það líka. Og svo fáum við Wukong hjá CBT. Og Wukong. Þá er það líklegast jungle Wukong, eða hann er allavega oftast spilaður þar, en Bench er samt ekki búin að vera spilað mikið upp á síðkastið. Vel early picka Yunara en að fyrir Miyagi, gott opportunity til þess að picka ADC. Það getur verið að ég reyna að fara í support pick hérna núna, eða geima það til þess að sjá hvað Kiss the Rain fari. Þau vita að þetta sé Wukong jungle, þannig það er early pick tjókað fyrir Baunadós, nema þetta sé tjókað support, who knows. Hver veit, mér finnst það ólíklegt, en það gæti allt gerst. Catmaniac er nefnilega smá wildcard í supportinu. Algjörlega. Við erum ekki búin að sjá hann spila support. Algjörlega. Þannig ég heldur sé að reyna að fara út frá Þau eru kannski að setja þetta aldrei svona á óvissan stað, þannig CBT veit kannski ekki alveg nákvæmlega hvað Whiskey er að hugsa. Nákvæmlega. En CBT lokkar inn Ornn. Já, mjög skemmtilega topline pick sína. Ég er mjög hrifin af Ornn, bara almennt séð. Mér finnst hann rosalega öflug hetja og gerir alltaf bara lið betri eiginlega. Henni Brom-bann. Brom er svo sterkur núna. Ég nú ekki spila marga leiki af League í þessu sísoni nákvæmlega, ég hef bara ekki haft tíma til þess, en í hvern einasta leik er Brom. Hann er gríðarlega sterkur. Hann er ógeðslega sterkur og líka bara móti enchanters. Já, hann er svona góður á móti eiginlega öllum bestu support í leiknum í augnablikinu. Þannig að hann er bara gríðarlega góður
Við erum og með gott að taka Jannabann nót. einmitt hjá Whiskey á Kiss the Rain Kiss the Rain var mjög lengi Janna One Trick og er bara með, held ég bara yfir 1,000,000 points eða eitthvað á Jannu. Vá. Var á minnst kannski mjög vel þekkt sem Janna player þegar ég var að spila. Ég held að þetta verði annað Caliban, þannig CBT er Ég held smá að kannski að giska að Kiana sé jungle. Ég held það nefnilega. Ég held að já, ég held að vilja ekki taka þetta risk. það er einmitt mikil áhætta, en Kiana náttúrulega bara sterkur og ókvælegur Ég held að champion í sjálfu sér. það verður að öllum líkindum Nami pickani á Kiss the Rain og Mjög líklega. hérna Það er samt, já, Mér finnst hún ekki best með Sivir, en það er verið að hofvera Serafín þarna sem það er talsveit betur. Ég hefði ekki verið Já. mjög hrifin af Nami en Nei, hún er ekki góð á móti Kianu og heldur, þú veist, getur alveg strakla á móti Junara því Junara er svo ógeðslega quick. Já. But Þannig þá er erum við með samt alveg Sivir hjálpað. Serafín í botlininu sem ég líst mjög vel á, bara svona það er alltaf bara að íta skósununum Já. áfram og póka og bara svona vera alltaf öruggar. Og það kemur Alistar pick fyrir hann Cat Maniac. Já. Cat Maniac og Miyagi, þeim er bara alveg sama þessa strategíu hérna hjá CBT. Þeim langar bara að fara inn og þeim langar að drepa. Ég held að Kiss the Rain þarf svolítið að passa sig. Ég Ég held að Carmine sé ekki að fara að reyna að gera smá kombo á Sivir. Ég held að sé nú aðalega að fara að vera á Já. Serafín. Serafín hefur samt alveg það mikið reyns að það er alveg hægt. Einar með síðasta pekki, þetta er í millilinu. Já. Eitthvað til þess að matcha hérna aðöglum líka Kiana. Ég held að þetta er frekar brand jungle. Þetta er brand hjá Whiskey. Nei, ég er að segja, ég held að sé brand jungle. Já. Þau fatta það. Og hérna, þetta er rosalega leiðilegt pikk fyrir Kiana. Ég held samt, ég veit að Siggi hefur spilað rosalega mikið á móti Vex. Ég meina, ef þú ert að fara að spila rosalega mikið af svona dashy assassins, þá þarftu svolítið að gera ráð fyrir því þú sért að fara að spila á móti Vex. Akkurat. Svona þriðju hvern leik. Akkurat, svona aðal counterinn á móti þessum champion. Þótt þú spilar ekki Vex, sem millin hún er ekki alveg svona, hún er ekki alveg að sérlega karakter, sko, þannig að það eru margir sem bara, þú veist, ég ætla bara að íta og taka og þú mátt ekki fara inn á mig. Nákvæmlega. En Brand Jungle, Brand á móti Wukong í junglinu. Ég myndi vænta þess að Wukong væri mun sterkari, sérstaklega til að byrja með. Já. En það kemur í ljós. Við erum bara að fara að hoppa inn í leikinn. Og leikinn byrjar svo hratt núna, ég elska það. Já. Það eru svo mörg quality of life changes núna, finnst mér, í þessu nýju patchi, eins og með home guards og eitthvað. Það er náttúrulega obviously ástar á bakvið, en mér finnst fullt af þessu vera bara svolítið mikið quality of life. Svo með taka út Atakan, það er bara amazing, lífið er bara mjög gott. Algjörlega, og við sjáum að það eru ekki invades hjá hvorugu liði. Það er eiginlega, hoppum í smá pásu. Ég held einmitt sko með invades, það er doable, það er samt miklu minna doable núna. Já, það er töluvert erfiðara og það er miklu meiri áhætta á því. Já, þú veist minnst, þú veist botlane til dæmis, ef þú ert að fara að invade á topside, botlane getur ekki beint joinað. Því, þú veist, þau geta joinað í smástund, hjálpað með ward og svo verða þau fara niður. Já, þetta er bara svona 1 sekúndu aðstóð og það er oft ekki nóg. Allavega sögulega hefur það ekki verið nóg. Það hafa oft verið lengri bardagar í þessum invades þar sem fólk er sérstaklega skóamennir sjálfsög, en bara svona virkilega bara svona festa sig inn í junglinu og eru kannski allt eitthvað svaka lengi. En núna ef þú gerir þetta, sérstaklega sem einhver sem spilar í agrein, þá getur þetta kostaði mjög mikið. En nú erum við komin aftur inn í leikinn. Yay! Við erum komin bara í svolítið klassíst bara, ég held einmitt að Sivir og Serafín séu svolítið mikið fara að pusha þetta lane og reyna bara ekki gefa Miyagi og Cat Maniac mikið præjó.
Það er smá, hvað er nákvæmlega orðið? Þetta heitir ekki reverse jungling, en þeir eru hinum megin á mappinu. Þú veist, Wukong er að Já, byrja á, þeir eru báðir að byrja á red í rauninni. já. Það er í rauninni Crux, það er Akkurat. Og Wukong er að byrja því að stefna á bot-agrina, en núna erum við að horfa á smá Cut! fight hérna í millininni. Ok, vex damage er svolítið fyndið. Já, en Icelandic Hero er mættur hérna og er að bíða þarna á bak við Sigyn Vaff 2. Er samt farin í burtu. Spurning hvort það verði eitthvað mikið meira úr þessu. Nei, þeir eru bara eitthvað að pota hvert annað. Já. Ég ætlaði að segja þetta mjög oft, bæði þau. Þeir eru bara að pota hvert annað. Marti hvern annan. Ok, það er hans vera. Ég ætlaði ekki að segja það. En svona eins og maður var dálítið að búast við eru Sivir og Serafín bara að pusha í botn-akrinni. Og í topplane er Baunadós búinn að gera töluverðan skaða við leikmann, en ég efast að það skiptir rosalega miklu máli og ég er ekki að búast við svaka svona, já, ég er ekki að búast við miklu frá topp-akrinninni, ekki nema að skóamennir komi og aðstofi þá. Og ég sé að báðir hafa tekið teleport. Íslenska heitin er mættur, ég held að vera svona ekki mikið út úr sig. Leikmaður ætti bara að koma undir turret. Getur reynt að koma smá pák? Já, spurning hvort það verði Já. yfir. Já, Er þetta nóg? þarna kom það. Hérna kemur burnið. Þetta er ekki nóg. Nei! Og hann ætla bara, hvað er hann að byggja? Hann er að byggja með Antichrist Resist. First blood til ná Icelandic Hero. Þetta var frábært play hjá honum. Já, vel spilað, mjög þolinmóður. Mjög heppilega líka Baunadós sem hitt að pusha waveið. Svo að þeir geta event klára það. Að því með burnið var ekki alveg nóðanig. Nei. Í alveg í lokin. Mjáki er orðin svolítið og já, búin með þessi smá. Búinn að meiða sig töluvert, en hann er ennþá með Alistar sem getur svona dálítið staðið fyrir framann og ég er ekkert endilega að búast við því að CBT nái killi hérna, en þetta er mjög óþægileg staða fyrir botmennina hérna hjá Whisky og virðist sem að bara allir ætli að snúa sér aftur heim. Mjáki nær að beisa, ekki Catmaniac. Af hverju batna hann ekki? Verður dálítið seinn. Þeir ná free push í botlaneinu, á maður skal segja, hjá CBT. Já, og Junara er mjög eftir á í farmi. Junglers eru á svolítið svipum stað. Wukong er smá undan, en með það að Brand er búinn að ná eitt mjög successful gang og er basically komin á sama stað kampvæs. Brand er líka með fáránlegt jungle clear. Það er smá crazy hvað við erum með support slash mage slash ekki eins og midlaner. Flott flash á Sigurður. Já, heldur sér á lífi þarna, en er komin í mjög óþægilega stöðu þar sem Addi hefur ekki notað sitt eigið flash ennþá. Og þá erum við með counterpick með flash á móti veikburða Kjönu, en núna er Bench og Addi saman þarna í millinu á móti Icelandic Hero. Spurning hvort það verði eitthvað út úr því. Virðist ekki vera. Icelandic Hero var bara að pulla away við aðeins svo að Siggi getur fikið aðeins fleiri minions. Mjög Catmaniac loksins fengu fyrsta og kannski einasta pushið þeirra í leiknum á móti þessu alveg rosalega leiðilegu botlane kombói. Kiss the Rain að reyna að gera eitthvað smá damage. Það er spurning. Við sjáum Wukong í botriver og Brand mögulega að bara labba Mættur í lane gang. Catmaniac er búinn að hoppa inn. Það er verið að fókusa Kiss the Rain hérna. Switcha sig yfir á Octopus, Icelandic Hero. Það kemur teleport inn í botlinu frá CBT. Mjáki fellir Kiss the Rain, en það er spurning hvort að ná einhverju fleiri. Hann gerir það ekki. Double killina á Octopus. Icelandic Hero
ég sá ekki alveg hver nákvæmlega Sigyn Vaf 2 mættur, með alltaf spurning hvort hann reyni eitthvað, virðist ekki vera, hann ætla bara að reyna að hlaupa í burtu. Flash frá Adda, alltaf til að reyna að sleppa í burtu og það nóg. Icelandic Hero komin aftur inn! Hvað það mikill skaði frá þessum Icelandic Hero. Vá, level 6 munurinn þarna. Ok, Brandi kinda crazy. Brandi kinda crazy, Icelandic Hero kinda crazy. Þetta var frábært ulti og líka bara þótt að Siggi var ekki með flash, náði bara gott escape þarna með ulti sitt. Næra að standa 2 og nota 2 til þess að dasha í burtu. Já. Mjög clean og Icelandic Hero í stað fyrir að flýja, bara cleanaði upp. Tækifæri vel nýtt þarna og já, núna komin töluverður munur á milli Brand og Wukong og það spurning hvort að Icelandic Hero á þessum Brand muni ná að snúa þessu inn í enn stærra forskot. Það getur verið. Þetta byrjaði sem svolítið promising fight en svo kom TB-ið frá Vex og það bara Avengers mættir botlane og bara dæmi gert 4-man bot. Fengu Kiss the Rain frekar snemma, þar sem Miyauki fekk killið sem mjög gott. Aftur á móti fekk Octopus 2 kills, þannig það getur alveg haft áhrif á botlanið. Supports hérna að vera við mid lane og við maðkana í Baron-gryfjunni. Spurning, Sigyn Vaf 2 að berjast við Adda þarna 1 á móti 2. Lassi kemur inn. Addi nær góðu ulti á Sigyn Vaf 2 og tekur hann niður. Baunadröð streipur bench og fær þarna double kill og Whiskey nælar sig líka í maðkana, þannig Whiskey í rauninni rústaði þessum bardaga þótt að Sigyn Vaf 2 féll fyrir Vex. Já. Siggi smá kottana hjá Vex og Kiss the Rain, ekki samt eitthvað svona, þetta var smá, hann var smá kottana. Hann var aðeins á vitlausum stað en ég held að hann hafi verið að búast við því að CBT myndi snúa sér frekar að gryfjunni, að möðkunum, en þeir bara gerðu það ekki og bara nýttu tækifæri strax á staðsendinguna hans Sigga og náðu þá bara mjög þægilegu kill á hann. Já, meikaði mjög mikið sens. Það hefði verið svolítið erfitt fyrir að kontesta Void Grubs þannig að nákvæmlega í stöðunni sem þeir voru og í rauninni kannski bara fínt að Siggi verið smá kottana, fengur bara frýtt objective þannig séð. Akkurat. Héldu þeim með athyglinna annar staðar en núna CBT dálítið að hugsa dregan og Brand vissulega líka botside en Miyauki virðist ætla að fara aftur heim. Hann hætti við, þannig það allir ennþá reiðubúnir til þess að taka eitthvað bardaga en ekkert byrjað enn. Nei, með hextag drega innan til að byrja með. Hvað heldur þú verði dregasálinn? Ég vonast til að það verði Særún, það að segja Ocean. Já, mér finnst það bara fallegt kort, það komur svona falleg blóm og skemmtilegir runnar sem þarf að pæla í varðandi skyggni og svoleiðis. Mér langar enga runna, mér langar Infernal. Þótt hann sé ekkert svo góð. Þetta ekki svo góðu sál, ég veit ekki, menn Infernal svo skemmtilegur. En á meðan við vorum að tala þá var Icelandic Hero í botlaninu Kiss the Rain tók smá damage frá honum og ég held að þau sé bara að leita að það rosalega hættulega að taka dregana og ég held að ég fatta það alveg. Já, þetta var svaka sandwich þannig ef við byrjum að drega. Já, þetta erfið staða að taka dregan fyrir bæði liðin út af því bæði liðin geta í rauninni hótað öflugum bardaga ef annað liðið byrjar eitthvað, þannig hvorugt enn búið að þora að gera það en CBT vissulega með stjórn á wards á svæðinu. Já, þau bæði með stjórn á wards og líka þau með svolítið guaranteed pry og bæði í mid og í botlane. Af því með Silver Seraphine þú ert alltaf með pushið og svo Vex reyndar að bakka núna. Getur verið að benchi Nevermind? Jú, possibly.
Nei, en já, þau eru almennt séð með bæði pushið í midlane og pushið í botlane, þannig að finna rétt opportunity til þess að taka drega er ekki það erfiðast í heimi if the timing is right, eins og maður segir. Já, En þú nærð svona virkilega góðu pushi samtímis að þú veist kannski að Brand er ekki á staðnum til þess að taka slaginn. Það er kannski snýst aldrei bara hvar Brand er staðstur því þú vilt ekki byrja að keppa á móti einhverju stóru skrímsli og vera þetta alveg tjónt og svo kemur bara Brandinn og oltar og gerir gríðarlegan skaða eins og við sáum á það. já, eins og við sjáum núna, Brand er með talsvert meira tempo í junglinu, nær að taka Raptor samanum í staðan fyrir, ég held að Bench hafi verið með smá höns hann að við tekið Raptors, þannig í staðan fyrir að fara toplane og þeir bara teka dregana þeir eru með præðu í bæði. Já, en núna er Brand að koma millin, spurning hvort hann á að taka niður Adda hérna. Nei, það er að flassi sitt, en já, hann fær að hlaupa í burtu, hlaupa í armana á Wukong. no ulti. Mikill skaði hérna á botlinni hjá Whiskey, þeir standa dálítið á aftari fætinum hér. Sivir bara pushar og pushar og pushar og Mjálki verður hægt og rólega meira og meira aftur úr. Kláraði questið sér samt. Hann gerði það vissilega. Það quest-dæmi er svo fyndið. Svona maður er í svona minigame. Og meðan maður er að spila ekki minigame. Jú, junglir eru svo sem alltaf að spila smá minigame. Þannig að þetta er bara minigame númer 5 fyrir þá. Gefur öllum stöðum dálítið meiri sérstöðu. Gerir það dálítið meira einstaka en líka samtímis kemur í veg fyrir ákveðin sveigjanleika. Þar að segja það er ekki eins auðvelt bara að skipta agrein til þess að gera eitthvað matchup skárra fyrir liðið. Bara mid og top geta ekki bara switchað út af þessum quest. Allavega ekki í miðjum leik, en þau geta gert það áður en leikurinn byrjar. Nei, einmitt. Ef þau sjá fram á eitthvað. Áður fyrir var bara hægt að segja bara, heyrðu, ég er að skýta af mig hérna. Má ég fara agrein. Ó, Servin Olti kemur frá Kriströðin en Siggi Tvöldar í burtu. Icelandic Hero er mættur. Blass áfram á Adda-spilnum þegar þannig að taka niður. Ó, Stunni kemur Ekki nú í mikið gegn. headbeat. Ó! Wukong Olti kemur inn og Ben's Icelandic Hero er einn Katmeining er samt mættur á staðinn. Mjálki á meðan er bara að reyna að drepa Octopus Flasher til að ná killinu. Katmeining Katmeining þarna 1 á móti 2, ætlar hann sér nú tanki til að hlaupa bara í burtu. Hann er að reyna. Ég held að Mjálki verði líka smá caught in the fire. Nei. Sleppur rétt svo. Hann er með nógu mikið líf. Það hefði verið dálítið erfitt að drepa hann sérstaklega. Það er rétt. Og líka með berjar. Ég held að það hefði alveg lifað hvað sem er. Já. Katmeining var einmitt með flash en ég held að það er eiginlega ekki breytni henni hefði að nota. En mjög gott alltaf frá Kiss the Rain og frá Bench gera verkum að Icelandic Hero var shut down. Þar sem hann var 3-0 fyrir þetta fight. Já. Icelandic Hero er mjög sterkur eins og og Katmeining og Baunadós eru líka hægt og rólega að fá svolítið gott lead. Octopus er reyndar 2-1 og er með Essence Reaper sem er bara mjög fínt item á Sivir. Já. Mjög sterkt. Og alveg með 30 fleiri skósveina. Já. En þeir eru samt á mjög svipuðum stað í gulli. Já, nákvæmlega. Fyndi þessi á svona svipuðum stað. Blast inn áfram frá Sigga. Spurning hvort það sé myndi falli bara gott spilað hjá hérna Whiskey. Og Ekki Katmeining kann ekki að join þetta fight og gera crazy Alistar knockout en svo kemur skemmtilega one-click fér frá Adda. Nei, hann fær ekki sitt carry moment með Alistar. En það kemur á eftir. Það kemur á eftir. Siggi með reyndar beautiful playðana. Virkilega flott. Og þeir taka þarna niður 3 meðlimi hjá CBT á engri stundu. Octopus er í smá poppaðina, Baunadós étur hann og hann bara hverfur. Já. Hann var þannig einu sinni. Já, level 13 hvað, á móti level 10 eða eitthvað. ADC, maður veit. Já. Hvað er þetta ról?
Þetta svo silly. Icelandic Hero með stun á bench. Það er Bara svo helfar hann. Þetta disgusting. Og bench þarf nú að koma inn í þennan bardaga bara með hálft í lífi. Verður sem ekkert meira út úr því Beinadós ætla bara aðeins að labba tilbaka, hörfa smá og virðist bara fá bara aðeins að slappa af þarna. Whisky eru með bara frekar þægilegt lít eins og það 12-6 killscore en gugglið það svona, já, 3k cirka bát. Já. Það the end of the world að vera með 3k á þessum stöðu? Alls ekki. Alls ekki og en þetta ekki eins mikill gullmunur og maður hefði kannski búist við en það verið að dæfa Octopus en hann með spellsíldu uppi. Ó nei, Catmaniac fórtandi djúpt. Ó nei. En Siggi NF2 mætir þarna með alltið að reyna að bjarga bróður sínum. Það gekk því miður ekki. Blessið það. Oi, tjóka þeir orðin dálítið hrikalegur, en þarna Siggi NF2 strax eftir inn í bardagan. Seraphine nær samt shutdown á Icelandic Hero. Miyauki að reyna að kæta eins mikið og hann possibly getur. Ekki nóg á móti Wukong. Siggi finnur lyktina á honum í þessum rauna. En, hann langar í kill, hann bara fýraður. Hann eitthvað að leika sér. Hann þarf að hlaupa í byrtu, en þetta er winnable angle. Nei! Rétt svo hittir hann náði að treyta 1 fyrir 1 úr næstu því ómögulegri stöðu. En nær Infernal Drekar. Catmaniac og Beinadós bara mættir aftur og taka bench yfir. En hann var ennþá að kljástu drekan. En þetta þýðir samt að CBT komin með 2 dreka og þetta Særún. Þetta hinn gullfallega haf. Særún eða eitthvað. Já. Blóm og runnar og skemmtilegir skyggnisleikir ef þú má orða það. Já, bara, já. Já. En sko, CBT eru ennþá í 3k gold deficit. Íris samt með 2 drega á undan. Hann bench búinn að vera mjög duglegur að taka dregana. Það samt gott í þessari stöðu? Já, kannski fyrir late gameið þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af sálina eða neitt svoleiðis. Mögulega, ég meina ef CBT nær öðrum drega er svolítið hægt að bench komin inn, oltar. Ég var alltaf inn að frá Siggi heitir bara góðinn, by the way. Knock up og hann nær ekki að sleppa en Beinadós mættur. Það damage hérna frá Icelandic Hero og leikmaður tekinn niður. Bench að reyna að hlaupa í burtu en hann eiginlega komin í smá klandur. Ég held að þetta takist því miður ekki hjá honum. Catmaniac kominn. Hann að virkilega reyna að taka niður Miyauki en nær því ekki. Já. Gerði töluverðan skaða við þessa litlu skyttu en ekki nóg, ekki með Alistar á hælunum. Nei. Og á meðan Beinadós og Icelandic Hero að hamra á topp-akruninu og taka niður þennan tower. Tokyo Drift. Hvert ætlar fari? Red buff. Red buff, nice. Ég hef búin að heyra að það víst... Nei, alltaf að stila þessu, please, alltaf að stila þessu. Rétt svo ekki. Það víst aðeins erfiðara að drifta núna á henni skellrunu. Hún er nerf á það drifting mechanics. Já, ég eitthvað búin að heyra það sko. Því miður, þannig að hann ákvað bara að reyna ekki að fara í miðjuakrunina, freka bara smá rússibani á Red buff. Nú players hefði getað driftað þetta. Já, en það eru 3 whisky þarna sem standa saman í runnanum. Hann að ná einhverju flass áfram? Nei! Nei, þetta er ekki það. Kannski leikmaður með oltið að reyna að halda þeim í skefjum. Kirsti Reyn með geggjað servin oltið. Miyauki var charmed í svo langan tíma. Næstum til tekið niður, Bench að reyna á honum, en nær því ekki. Leikmaður CC-aður. Sigmar crazy 3 menn oltiðina. Addi einn eftir. Getur hann gert eitthvað? Siggi ætlar að halda áfram. Skaðinn kemur og Miyauki fær
ace. Whiskey náði þarna að útrýma CBT og sá eini sem fjall frá þeim var Cat Maniac, elsku Allstar, en við því má búast og í rauninni bara algjör sigur fyrir Whiskey. Já. I would sacrifice my life. Kiss the Rain með einmitt geggjað olti. Addi var bara svolítið seint í þessu fæti. Ég ætlaði að menna að mér finnst Vex vera orðin svolítið hún er í svolítið awkward stöðu finnst mér í mid-game. Oft. Hún gerir ógeðslega mikið damage late game en hún er komin í svolítið svona awkward stöðu núna. Þannig hún er ekki beint að gera eins mikið damage hún ætti kannski verið að gera. En mér finnst að vera meira karakterinn. Siggi er reynd að koma með 1000 gögn lead á Vex var áður ekki alveg gangið svo vel í lane en það er svo sem bara þrátt fyrir að The Assassins Vex sé með meira minions en Whiskey er þarna með fyrstu hreyfingu í þessum dreka bardaga hérna Særún að byrtast eftir 40 sekundur og þegar vilja ná Kistarein og næra flash í burtu hún lifir slatti damage frá bara litlu kombói frá Adda þarna en það er þetta er algjörlega rétt hjá þér sem þú segir með Vex maður líka mér finnst ég eiginlega aldrei sjá hana í leikjum hún er ekki mikið spilið í dag nei Addi Beinadós flashar áfram Serafín oltið en það er enginn annan til þess að fylgja í miður Mjálki er að hlaupa áfram spurningarnir ná henni þeir ná henni ekkert mál Cat Maniac er að halda áfram en liðið hans ákvað að taka turninn, hann snýr bara við. Er Octopus að stíga of langt upp? Rétt svo ekki, sem verið nógu hröð. Orðin bara bing chilling þannig í topplininu, hann mætti botla inn hérna eftir smá. Og þeir eru með þetta Baron push á botagrinninni. Já, halda samt ekki áfram, ég held að eitthvað, leikmaður búinn að finna Siggi við 2 eða, ég veit ekki alveg. Mér er svona erfitt að ímynda mér hvoruga hetju drepa hina en Orn dreipur Kiana allan daginn. Já, þetta er 0 og 5 Orn, guys, let's be real. Orn dreipur alltaf Kiana þarna. Já. Ef hann fær að lemjana en ég vil þess að Kiana ná að sleppa. Nei! Cat Maniac, hann tekur Vex niður þannig. Ég veit ekki alveg hvort hann var típi í 5-manns. Ef hann gerði það var ekki alveg super smart, en þú veist. Tigers. Ekki besta ákvörðunin. Kannski var að reyna að ná einhver sem á flankinn var ekki að búast við að allir í Whiskey væru tilbúinir að taka á mótanum. Og Whiskey tekur hérna fyrsta dregan sinn. Hún Særún númer 1. Særún svo fyrsta. Fyrsta af mörgum. Já, hún er drottning. Af hverju er þetta ekki bara mismunandi nöfn fyrir mismunandi dregar í mismunandi stage? En það er ekki bara geðveitt gott fyrir Það er ekkert confusing, ég lofa. Ég skil ekki svona hvað það meinar. Þetta er svona eins og tvíburar, það er bara mér svona nöfn. Fyrsti drekinn heitir Særún, fyrsti drekinn nummer 2 heitir Sofía. Eða... En við erum náttúrulega búin að nefna alla drekana. Já, en að gefa bara hvern drek 4 nöfn. Ég er að djóka, by the way, ég er að djóka. Ekki gera það. Meðan við röðuna sem er byrtast í. Særún og svo Iðun en Cat Maniac er þannig komin á Octopus heldur hann niður fyrir Mjálki með svakalegan skaða ætlar að fá þetta triple kill þarna hann heldur áfram leikmaður er þarna og Beinadós tekur killið frá Cat Maniac þetta er carry momenti sem hann vildi fá þetta samt ok Mjálki var alveg pottþétt að leita þessu kvadra fekk það ekki samt Fær hérna, já, unofficial quadra hérna. Unofficial quadra. Fyrir hann Mjálki. Þetta er nú svolítið yfir staðina hjá CBT. Spurning hvort að Whiskey reyni að enda leikinn hérna. Ég held það sko. Já, mig grunar það líka. Minnst það mjög líklegt. Já. Bundó sig að leika sér. Siggi gæti honestly verið, nei. Þá er Whiskey búinn að vinna fyrsta leikinn hérna af, það er náttúrulega best of 3, þannig getur verið reverse sweep. Já, kemur í ljós. Þetta var skemmtilega leikur, hann byrjaði svolítið hægt en þetta var samt rosalega mikið snowball, eitthvað reyn. Já.
mér fannst eins og það var aldrei moment það sem CBT var í lead. Það var kannski Nei. mjög early og það var bara Goldwise. Bara eitthvað svona. Já, það var svona rétt, þú veist, það leit betur út fyrir botnagrunna hjá CBT í alveg ágætan tíma, en við því var að búast. Maður var ekki beint að búast við því að Junara og Alistar væru endilega að fara að vera eitthvað sérstaklega sterk í byrjunleiks. Nei, aldrei. Og það var bara, kannski bara spila ágætlega í kringum það og ekki, CBT náði ekki að svona misnota þennan styrklingamun eins og þeir hefðu kannski geta gert. Það er náttúrulega erfitt að svona törretta Alistar og Junara. Já. En kannski hefðu þeir geta reynt að fá meira svona lead early gegnum botsæti sitt, en það gerðist bara því mér ekki. Já, svona capitalize aðeins meira Já. Þetta prio sem við erum með í midlane og í botlane. Icelandic Hero reyndar að spila ógeðslega vel í þessum leik. Algjörlega. Þetta early game kill hjá honum í topplininu Já. sem næstuði virkaði ekki, en samt út af pushinu frá Brandon þá virkaði þetta. Já, það svona virtist. Mér finnst það eins og það svolítið svona lit snjóboltan byrja að rúlla. Algjörlega. En leikur númer 2 hefst bara innan skams, við ætlum að taka Pinkupons pásu, fá okkur snakk, fara á klósettið, smá pissupása og við sjáum ykkur bara núna eftir smá. Býttu hann að skipta akrein?
velkomin aftur. Ég vona að þið eru búin að finna smá snergl og búin að komast á klostið að því við erum að fara að byrja núna í leik nr. 2. Fyrir þá sem voru að mæta þá var Whisky að vinna leik nr. 1 á myndi CBT. Þetta er best of 3, þannig það eru 2 leikir mestalagi eftir og eins og þá er það bara anyone's game. Og já, það er bara spurning, það er náttúrulega fearless eins og þannig að við erum ekki að fara að sjá sumu picks. Sem gerir þetta einmitt áhugavert að fá alltaf mikla breytingu á milli leikja og það hentar spilurum oft mjög misvel að þurfa að spila marga ólíka championsa, sérstaklega þegar það náttúrulega má líka banna í burtu championsa sem í rauninni gerir valið ennþá erfiðara. Það er rétt. Maður tekur eftir því að með fearless draft og gera það verkum að leikinn er hann skemmtilegri. Maður er ekki alltaf að sjá sömu karakterina endalaust og og líka bara það er smá punishment á þá sem eru one tricks. Að svolítið ég hef ekkert á móti one tricks, ég er one trick í ákveðnum leikum, en það er samt í svona competitive scenario og þá er rosalega erfitt að vera one trick. Akkurat. Og það er, þetta er mesta punishment á þá, finnst mér. Nákvæmlega. Og spilararnir sem hafa svona, bara svona stór, bara svona hafa spilað marga ólíka championsa, jafnvel margar ólíka stöður, þeir eru rauninni græða mest á svona fearless draft. Langmest og maður sér þeim í eitthvað eins og best of 5s að leið og við erum komin bara með þessi game 3 þá er þetta smá bara, hvað er ég með eftir? Nákvæmlega. Sumir er bara, ég get spilað þetta og þetta og svo er það ekki neitt eftir, skilur. Nákvæmlega. Það setur manni í rosalega óþægilega stöðu en það gera samt verkum að maður ekki prófa fleiri karaktera. Akkurat. Og sérstaklega í meira svona pro scenario þá erum við að fara að sjá miklu skemmtilega karaktera. Nákvæmlega. Sérstaklega í game 4 og game 5. Og við þurfum ekki pælið þess á núna, því við erum bara ekki núna, já, best of 3. Einmitt, en mér finnst einmitt að það gerir leiki miklu skemmtilegra að horfa á og það því sérstaklega þegar það er kannski þannig metta að það eru bara ákveðnar hetjur sem eru bara gríðarlega sterkar og svo er maður að horfa á eins og heimsmeistarmótin voru alltaf og þú ert bara að horfa á leik eftir leik með nákvæmlega sem karakterina. Já, og, oh my god, þeir eru pekka Jace, oh my god, þeir eru banna Jace. Já. Það verður mjög leiðilegt, mjög fljótt. Eða Aatrox, það er alltaf ekki einn karakter sem er bara pick or ban. Það verður svo sem alltaf svoleiðis. Að sjálfsögðu, en fearless gerir þetta mjög skemmtilegt. Já, nákvæmlega. Ég held einmitt að pick or ban er nákvæmlega Diana, Kiana, en hún er núna farin út. Þannig að við þurfum ekki pæli í henni, en einmitt Diana, ég held að verði CBT með first pick núna, ef ég er ekki að bugla. Whisky var með first pick síðast. Já. Þannig CBT ætti vera með first pick núna. Minnst líklegt að Whisky sé bara að fara að banna Diana. Já, ég held að Diana komst ekki í gegn. Nei, ólíklegt. Og það er alveg mjög líklegt líka að bara nákvæmlega sömu bans verði aftur og það náttúrulega er í rauninni svona annað lag af þessu svona fearless drafti sem er alltaf. Bara svona, hvað er bannað og hverja er verið að banna ef þú bannar, þú leyfir einhverjum sem spilar kannski aðalega 2-3 championsa og bannar bara þá alla og svo byrjar hann að banna sjálfur sína eigin championsa afganginn með því að spila það í svona fearless draft, þannig. Já, nákvæmlega. Og ég mitt, eiginlega allir í Whisky hafa rosalega mikið til þess að velja úr. Það er svona, það er kannski aðeins meira takmarka hjá CBT. Já, ég held að sérstaklega bench sem fáa leikmenn eða svona hetjur sem hann spilar og spilar aðalega Diana. Þannig ég held að það sé svona aðalega bench sem er svona virkilega takmarkaðar af þessu en annars eru held ég allir sem hafa alveg svona nokkra til að velja úr nokkra sem er spilalega reglulega. Það getur líka verið svolítið erfitt að því að vera einmitt playerinn sem á ekki rosalega marga karakter sem maður er svona fully comfortable með. Og svo er að spila á móti einhverjum sem getur spilað eiginlega alla karaktera frekar bara vel. Það er rosalega erfitt. Maður situr í, það er rosalega erfið staðana og einmitt Æslandi Kíró þótt hann spilar ógeðslega mikið Diana. Vonum alltaf að hann bannar það, af því hann veit að Bench spilar það líka. Hann getur bara að spila eitthvað annað, skilur. Nákvæmlega.
Hann veit að einmitt að Benj reiði sig meira á Diana pickið heldur en hann sjálfur gerir. Þótt að hann vilji fá það í gegn og væri alveg til í að þá einmitt. Hann svona þarf þess ekki eins mikið. Nei, einmitt. Og einmitt, Kiss the Rain, sko, Cat Maniac náttúrulega ekki support player. Nei. Kiss the Rain support player. Þannig að það, þess að maður tekur alveg eftir því, Cat Maniac samt mjög mikið jungle player, skilju, hefur þannig spilað öll roles og bara mjög lengi, þannig að spila support, að jungle og support, ekkert drastically different. Nei. Það miklu auðveldara að transitiona frá jungle yfir support en öfugt. Nákvæmlega. Þannig að hefur bara svona góða almenna þekkingu á leiknum og bara svona með bara svona góð svona micro movements. Þannig getur bara að spila support bara mjög vel og hefur einmitt líka að spila bara mikið í botn-akruninni, kannski meira sem skytta, en þekkir líka bara hvernig botn-akrunin virkar rosalega vel. Skytta, já. Anyways, við erum komin í draft. Við erum með við sjáum Series ban í miðjunni, byrjum á Sion ban og svo Jarvan ban eins og við vorum með síðast. Sion banið á hann leikmaður og svo Jarvan á Icelandic Hero. Sona ban að því Sona góð champion. Sona góð og Kiss the Rain góð á Sonu. Já. Strax út? Kiss the Rain náttúrulega specializer í þessi, enchanter karakterar. Ég væri ekki sem við myndum sjá eitthvað eins og Nami sérstaklega ef Janna verður bönnuð. Benj! CBT ætla bara að banna Dianu. Já. Það kemur ekkert svakalega óvart. Af hverju myndi það ekki býða með banni samt? Svona realistically, af hverju myndi ekki sjá hvort að en núna eru að gefa whisky samt frítt bann. Ég veit það, en whisky það spurning. Myndi ekki bara, Aurora eða eitthvað. Ég held samt að Aurora sé ekkert crazy góð right now. Nei, en hún vinsæl hjá þessum karakterum. Ok, og whisky ákveður að breyta, tekur þar sem Diana var bönnuð áður og breytaði bara í Nami ban. Af hverju myndi bara ekki býða með Diana? Ok, anyways. Nami ban skiljanlegt eins og ég var að tala og ég myndi alveg gleysa Kiss the Rain fyrir Nami sinna því hún ógeðslega góð Nami. Ég læri svo mikið á því að keppa á móti henni. Anyways. Og Rumble ban kemur í gegn. En þetta whisky með first pick. Ég held að CBT var að predikta að whisky myndi first picka Dianu. Út af því að Icelandic Hero. En það banna eftir. Af hverju myndi ekki bara? Nei, út af því að ef whisky velur first pickar Dianu, þá getur CBT aldrei fengið hana. Þannig þeir eru kannski bara að vonast til þess að einhvern tímann þá banna þeir hana ekki. Þetta samt betur. Kannski Diana ekki teka mjög svona important pick hjá þeim núna. Nei. Við erum á Ahri pick mjög snemma fyrir hann Siggi við 2. Já. Mjög áhugavert first pick. Já, en samt bara mjög fínt. Mér finnst Ahri passa oft í bara svona mörg ólík comps, bara svona almennt sterkur champion. Já. Ég myndi halda að whisky sé með eitthvað svona plan og eitthvað svona pælingu í kringum þetta. Já, allan daginn. Það bara í ljós. Og millin svarað strax með Silas. Ahri, Silas. Þetta svo fyndið match. Mér finnst virkilega djarft að velja Silas svona snemma í pickinu. Það og mér finnst þetta líka ekki beint, mér finnst þetta ekki vera counter á móti Ahri. Þetta ekki sterkasta counter á móti Ahri. Nei. Alls ekki. Jú, Silas getur lokað Ahri með rosa mikið gap closer, Silas með ennþá meira því hann með 4 dashes með ulti hjá Ahri. En þetta samt to its core skill matchup. Algjörlega, mjög mikið skill matchup og bara Spera Silas favorite myndi ég segja. Já. Samt skill matchup. Algjörlega, en Áttu bara svo Caitlyn. Ég var að bíða eftir þessu. Elska Caitlyn. Þetta verður gaman. Spurning hvort það support picki komi strax út líka fyrir CBT. Mér finnst það líklegt, ég myndi ekki vilja fá fleiri svona support bannaða í burtu frá Caitlyn. Hún svona dálítið svona specific með hvers konar support hún vil hafa. That's true. MF hoverið hjá whisky mjög spes, mjög óvenjulegt pick fyrir Mjóki. Þetta var áhugavert. Það spurning hvort þær eru með eitthvað svona ákveðið support combo Þau hljóta að vera með eitthvað komp ákveðið að því. Já. Þetta mjög óvenjuleg skipta fyrir Mjóki til að spila. Spilað
spila Miss Fortune. Ok, hann með Masterchef á öllum ATCs. Já, hann spila Miss Fortune. En þú veist, í svona keppni on stream? Nei. Nei, hann spila venjulega svona Kajsa, hann spilar Twitch, hann spilar Junara, hann spilar Seri, svona dasha inn, sprengi í lofti. Miss Fortune samt þetta fínt pick á móti. Hún rosalega sterk líka í metaðinu núna, þannig mér finnst það bara gott pick, þannig sé bara óvenjulegt. Já. En Icelandic Hero tekur Elise í junglið. Já. Hún hérna, já. Klassískur karakter. Smá sprengikraftur í henni, dálítið kannski að, hérna, target þessa Caitlyn hérna. Ég ætlaði að mynda að segja að þetta getur verið svolítið botlane heavy. Sumuleiðis með Nocturne pick, ég held að vera svolítið mikið fjörinn í botline. Já, hlakka til, en hvorugt lið búið að velja support og Whiskey nú þegar búin að banna 2 support í burtu frá CVT. Það er spurning hvort að það komi inn einhver svoleiðis bans núna. Ég myndi allavega búast við því og já, það verður spennandi að sjá hvað til dæmis Kiss the Rain endar á. Spilar aðalega svona enchanters, þannig ég myndi alveg búast við fleiri enchanter bönn. Lux opin, ég myndi alveg halda að Kiss the Rain sé. Nei, það er ekki Lux pickina. Þú heldur ekki Lux? Klassíska kombóið. Sko, klassíska kombóið. Lux Caitlyn. Það er alveg mjög alltaf skemmtilegt. Skemmtilegt, það er ekki alltaf gott. Miss Fortune samt. Minnst það ekki gott, af því hún þú veist, Miss Fortune lappar á Mach 40, þannig að þetta er svona, hvernig ætlar að hitta hana með eitthvað ability nema með að byrja á E. Algjörlega. Ég hefði mitt persónulega vilja sjá Janna pick mögulega en að snemma, sérstaklega eftir að búin að sjá Ari og Elise. Já. Þú þarft ykkur sem getur kætar og svolítið auðvitað. Já. Þannig þetta er annarkvort að fara að vera eitthvað svona... En Janna, bönnuð, Whiskey, sér fram á það. Og hjá CVT þeir taka... Miss Fortune er gott kombo, það er gott að taka það út. Já, það er mikið rétt. Minnst líklegt að Cat Maniac sé að fara að peka eitthvað aftur, svolítið svona tanky. Já, kannski bara þú veist... Nautilus... Miljó. Sko, supportin á CVT, þetta getur verið, þetta getur svo sem verið hérna Lux. Hún opin. Já. Hover. Þetta er klassísk kombo. Hún að hugsa Lulu. Já, hún að hugsa Lulu. Lulu er ekki það. Hún er geðveikt góð með Ari og Elise. Já, ég fíla hann ekki það vel með Caitlyn. Þú veist, Caitlyn næri ekki að einhvern veginn svona nýta Lulu eins vel. Gefið þið kistur. Og líka bara hinir championarnir passa ekki alveg með Lulu. En Lux komin í gegn. Ég er hrifin. Ég er hrifin að Lux Caitlyn. Ekki ég. Jú, þetta er crazy combo, en þú veist, þetta er á móti... En þú veist, báðum liðin, bæði lið vantar virkilega eitthvað gott frontline hérna og ég vona að við fáum gott frontline frá báðum toppliners, annars er þetta að trolla. Ok, Ambessa frontline, ég veit, svona, já. Ari support eða Elise support. Já, þú meinar. Sko, ég held að þetta sé... Þetta er Talon mid. Nei, ég held að það sé Talon jungle. Ég held að það sé Talon jungle, Ambessa top. Ok, Ambessa top, bæntalega. Og Ari mid. Já. Ok. Já. Skemmt þeim vel á móti Elise, by the way. Og Cassante í top. Ambessa og Cassante, eru þau ekki bara svona lúmst saman championin? Allavega svona, þetta eru svona mjög tanki brúsirar. Ish. Jú, sem hoppa og skoppa. Sem hoppa og skoppa. Og svona eitthvað, pjúm, og þú veist, einangra dálítið einhverja ákveðna aðla. En núna erum við bara strax komin inn í leikinn og þetta er visslega Cat Maniac á Elise support. Þetta er eitthvað sem við erum búin að testa út, I swear. Þetta... Ég veit það samt ekki. Ég er ekki með inside info. Ég er bara virkilega spennt fyrir þessari veislu sem verður í botnakrinni fyrir bæði lið. Bæði liði virðast bara vera algjörlega með athyglinna á botnakrinni. Við erum með Nocturne, við erum með Talon, við erum með 2 hreyfanlega miðjumenn, Sylas og Ari, sem finnst báðum mjög skemmtilegt bara að lappa bot og fá double kill. Jafnvel triple kill ef að fleiri mæta á staðinn og Ambessa og Cassante verða bara alla með hvort annað í toppluninu. Allan tíman. Þannig kemur hérna first strike. Sko, Caitlyn Lux hérna verður svolítið nýta early game finnst mér. Já. Verður náttúrulega að fá level 2-na svo að Cat Maniac sé ekki að fara að fá
Því ég held level 2 þá frá hópin. Á Kemur eitthvað pók, séu þetta er nákvæmlega hvernig þið gera Og það. Catmaniac missir stun, ekki gott, og Octopus nær nokkrum átast þarna, nær smá skaða á þau. Nýta svolítið runnana. Já, það er mjög mikilvægt fyrir bara Caitlyn almennt að vinna Smá leið. runna, ég má ekki segja þetta á stream. Já. Anyways, sko. Ég var bara að segja að vinna lane og pusha lane og vera með præja og það Caitlyn þarf stoltið að vera með præja en Icelandic Hero strax komin hérna í botnargrunna spurning hvort það verði eitthvað úr því að hann alltaf getur dassa yfir vegginn. Ég held að Catmaniac tók nefnilega hana hopp og skoppi dæmið. Meini ég ekki Þannig að kemur það- leita. Eða kemur einn, nei, oh my god, þetta er rétt, þú missir. Flash áfram hopp. Dash áfram frá Icelandic Octopus, nei, Hero. rétt, svo ekki að drepa Catmaniac. Það er að drepa Icelandic Hero. Low. Oh my god, Octopus er að reyna að ná ykkur en Mjauki átá, ekki nóg mikið þetta er svo damage. sorglegt. Oh my god, Octopus næstum með 2 kills þarna. Báðir Svo lifa af nálægt. með svona 10 Oh my god. Oh my god, ef Rangey og Kuna væri aðeins lengra hefðan fengið þetta kill. Vá. Jesús. Octopus hann skelfur, ég veit það, hann skelfur, hann langar svo mikið í þessu kill. Þetta var svo nálægt. Þetta var svo sad. En einmitt, þetta var 100% bara vel planalega, tala með early gangið sem er svo sem predictable sem Talon Jungle. Já. Þú ert svolítið, það er þekkt að Talon sé svolítið mikið. Flash áfram frá Adda, gott flashjakt hjá Sigga 2 þarna. Já, báðum mönnunum langar að drepa hinn. Siggi spottar bensina, sýnist mér, þannig það er engin hætt að hana. Nei, En tekur bara base. einmitt, sko, það sem ég ætla að mynda segja áðan með Lux Caitlyn komboið, jú, það er geðveitt gott kombo on paper. Já. Nákvæmlega hér, þá skil ég ekki af hverju þið leyfið ekki bara að Kiss the Rain fá Janna snemma. Þeir eru búin að sjá Ahri, þeir eru búin að sjá Elise. Það eru mjög mikla líkur að þeir séu að fara að peka eitt annað í viðbót sem svona dive. Smá fundur inni í topplinunni. Bönundós búin að taka svolítið mikið damage. Já, Nei, og það Bench ekki er mögulega þarna nálagt. Spurning hvort Bönundós verður beitaðir inn. Of djúpt, virðist kannski rétt og ekki vera, en er vissulega ekki með vision af Bench hérna. Hann er komin dálítið hátt. Spurning hvort að verði fætt hérna, Nocturne er mættur í topplane, en Siggi á meðan nær kill á Adda og Bönundós náði hérna að sleppa frá þessu gangi. Mikið action hérna og núna í hag og whisky. 2 kills sem þeir eru búin að ná. Botlinni komið með smá præðuna hjá Whisky. Það er mér góð stað svo far hjá Whisky. Það er aðeins erfiðara hérna midlane og botlane. Mér finnst sem líka áhugavert að pikka Sylas snemma. Sérstaklega móti Ahri. Mjög. Einmitt, eins og við tölum svolítið í draftinu. Hann ekki verið úti. Nei, samt ekki trappinu að Octopus en aðeins svo langt í burtu. Það er mjög óþægilegt fyrir Caitlyn og Lux að spila svona aftan frá. Þau vilja dálítið vera, svona í fórustu stöðu. Nær góður rúti og Addi er mættur en ætla að ná einhverju. Nei. Mjauki og Catmaniac náðu að hörfa þarna nógu aftarlega. Þannig það varð ekkert út úr þessu rómi og á meðan fær Ahri pushið inn og nær kannski smá platings. Það er saman einn annan mætturinn í botlinunni, hann Icelandic Hero er á Krugs, það getur verið að sé að fara að leita að ykkur. Það sem Kiss the Rain er í svolítið erfiðari stuðina. Mjauki flashar hérna, Kiss the Rain er í svaka miklu bob. Octopus líka er stand og hann er bara fastur, hann nær því miður ekki að sleppa. Barrier kemur út hérna frá Mjauki og frá Octopus. Virkilega vel spilað hjá Whisky í þessum bardagum eins og komið er. Ég skil það Caitlyn, ég skil það bara mjög vel. Addi kominn hérna í smá fight við Sigga. Kemur ekkert mikið út úr þessu, eins og ég segi, þetta er svolítið mikið. Báðir millinar komnir með allt sko, ónýtt. Já, fara að hoppa á skoppinu og þetta var fjör. Væri til ég að sjá eitthvað skemmtilegt með þessu Ahri og þessum Sylas. Ég verði til að sjá game mode frá League sem er bara allir karakterar sem er ekki með dash. Það verður örugglega svona 10 karakterar
available. Já. Ég er ekki sættur, kannski svona 30. Spurning. MF. Það er ennþá verið, minnst besta Cassandra topplane var svo fyndið því. Þetta er svo mikið bara, þeir eru bara svona hoppa og skoppa á hvert annað og svo bara svona Já, bara svona hoppa lemja inn, þau, hoppa Cassandra út. með þessi pillars Hoppa og inn, hoppa út. Já. hoppa inn með Baunadós er Dansasana. með besta með þessi svona chains eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er, þetta er Ok, eitthvað þarna er mid og jungle hjá Whisky að taka saman kjúklingana. Fá bara að gera það. Addo og Benji ákvaða að taka ekki slægin. Talon er á leiðinni topplane by the way. Já, en ég er að fara að labba beint á control-ward. Já, kemur ekki mikið úr Pingaður bara, já, tekur bara control-ward í leikmaður alltaf verið sem bara að fara kannski að hans að segja hæ. Það getur verið að Benji byrja drega núna, já, hann er kemur dregi. Það Eru veit samt af því, við erum að præja á mid, það getur verið að sé að fara niður. Já, Þau eru að leitast botlinu hjá Whisky er að byrja að ráta þetta. Benji er Mjáki, rosalega svaka fljót. Benji! Á. Það eru stæðir Mjáki, búm, búm, tekið niður. Kat Meining búin að hoppa inn, gerir svo ógeðslega mikið damage. Hvað er þetta? Kiss the Rain er í Svolítið Boppa, er ekki með dash. Octopus því miður er bara hverfur þarna. Hvað er einu sem gerðist þarna? Já. Þetta. Anna Talon Bing. Já, núna frá bench. Já. Ég held að það séu flesti sammála að, einmitt, Icelandic Hero er svolítið, Hann er öflugur. hann er öflugur. Já. Þannig að oltið frá, Mjáki, alltaf Icelandic Hero og ætlar að pikka upp þetta kill. ekki dash, dodge minni ég. Þetta er svolítið erfið staða fyrir CBT-ina í byrjun. Það er komið 4K gold lead-inni á Whisky 8-0. Það eru allir í liðinu búin að deyja á munnskosti einu sinni. Mjáki og Icelandic Hero eru komið með shutdowns. Það lukkar ekki vel strax fyrir CBT, en Nei. ó nei, bench. Og Siggi og Siggi þeir næst. náði einu maðkju þarna af bend sem er virkilega súrt. Virkilega súrt. Já. Og Whisky bara svakalega. Nokkuð vissan þú þarf bara 2 til þess að það sé bara svona actually beneficial. En ég veit ekki hvort það sé búið að breytast. Já. Lux Squid, rétt svo hittir næstu ekki. Já, það er nálægt. Það er verið að reyna kannski fá eitthvað kill á hennan Silas eða reyna að gera eitthvað pleikstar annars staðar því þú veist, botlane er ekki að ganga vel fyrir CBT þannig Nei, einmitt. eðlilegt að Lux sé bara aðeins að hofra mitt til að reyna að gera eitthvað annað. Það er verið að fæta í topplinu Baunadós með level 9 á móti sem level 8 leikmanni. En fram og tilbaka, fram og tilbaka. Já. Ég veit ekki hvort það verður eitthvað meira. Leikmaðurinn þó með flash, báðið með flash og allt uppi bara. Já. Þeir eru bara aðeins að narta í hvern annan. Aðeins að Narta, já. jóta, klippa. Ég veit ekki hvað var að segja. Við þurfum bara að lemja hvort annað. Já, aðeins að lemja hvort annað. In game. En við erum að horfa upp á 8 kills á móti 0, dregi á móti drega. Svolítið súr byrjun innan fyrir CBT. En ég trúi að þeir geta snúið sér við. Það er bara eitt gott teamfight held ég og það er bara eitt gott wombo combo. Þeir eru svo sem ekki með þeir eru ekki með þú veist combos í leinu þeirra. Þeir eru með svolítið svona Þau vilja við erum með svona awkward team comp in my Þau opinion. vilja svona reyna að einangra MF og taka hana niður og náttúrulega MF er ekki með eitthvað svona beint píl á sér. Hún þarf bara dálítið að reiða sig á positioning og kannski eitthvað svona smá CC frá Flashina frá leikmanninu, Olti kemur inn að Bessa er fastur undir tower og er tekinn af tower shotinu. Já. Og leikmaður fær killið þarna. Og á meðan fær Mjáki kill á Octopus. Notar Olti sitt. Icelandic Hero var einmitt mættur í botlinu. Ég veit ekki, hann er bara farin líka úr botlinu núna. Nei, hann er mættur á þér. Nærmætt. Datt aðeins úr leiknum í
örstuð og stund en kom strax aftur. Þetta var En á meðan óheppilegt. tekur bara hérna skrimslinn úr skóginum hans Bench. Núna mitt þetta snowball. Icelandic Hero mætti Það er- midlane þeir eru bara er að aðeins að Aðeins verður hann að gera eitthvað mid, veit Það ég líka sér. hvort það verði eitthvað úr því, sko. Bench allavega að hörfa og Icelandic Hero að labba inn í skóginn hans. Siggi komið svo alveg slatti mikið damage, alltaf ekki fyrir inn náðu og góðu tjarmið þarna, já. þetta er svolítið ekki nóg. Geggja flashina frá Adda. Næstum því, gott allt frá Kistir Reyn. Spurning hvort að Icelandic Hero reynir að hoppa inn. Hann með flash by the way. Oh, Já. oh my Já, god, það lítið nær honum. Healið frá Kiss the Rain var ekki alveg nóg. Nei. Gott reaction timing þannig hjá Kiss the Rain samt með hérna, já, fekk killið og svo bara beilaði. Baunadós í dáldi virðist vera betri stöðu. Þeir eru að slást þannig í toppluninu samt. Leikmaður virðist samt algjörlega óhrættur. Það er svolítið mikið bara svona top lane shenanigans. Já, og það má einmitt sjá að hann bestaði með Eclipse en samt er bara með hérna armor og já, skó og smá sín. Já. Mjög rétt. Hérna hún Særún eða eitthvað. Særún, Særún, já. Hún Já, úrslitadrykkin. mætt á kortið en það er slagur hérna í topplinn og Baunadós þarf að hörfa í burtu frá leikmanni hérna sem notaði allt þessi eitt. Alltaf ekki minna en Þeir eitthvað. eru ennþá Nei, að fyrir þess að bæta. dassi í burtu. Með Mikið damage kemur inn þarna frá leikmanni. Baunadós nær samt að farma á veifið og tekur okkur bara base hérna og kemur svo bara aftur. nákvæmlega. Icelandic Hero er að leita að ykkur og Cat Mining nær hann stenninu. Charmið rétt Gott svo. charm frá Skraft. Þetta var svo óheppilegt fyrir bench. Þeir eru alltaf kannski að elda Kiss the Rain þarna, nei ekki Nei. alveg. En á meðan tekur Icelandic Hero Caitlyn bara niður. Já. Ekkert mál. Þetta er bara ETC. Því miður. 2006 by the way. Já. 0-4 Caitlyn, þetta er sárt. Ég bara, I can't even, Stan geggja kombo og þarna. allt frá botlininu hjá Whisky þarna og þeim langar í alla leika flash áfram til að ná killinu. Svaka kombo þarna, við erum að sjá Mjauki 7-0 by the way. Já, og mér líður svona sem ég bara búin að nota flashið sitt áfram. Já, kannski svona einu sinni í burtu. Hann Það eru svona langar allir að kill. pinga Talon. Það er náttúrulega, þú veist, við vitum alveg hver byrjaði þennan snjóbolta, sko. Algjörlega. Og líka bara Talon er svona etja sem bara hleypur út um allt, hoppar út um allt og í þessum leik er bara að drepa út um allt. Kistir nær samt góðu damage, nota samt allt komboðu sitt, Já. þannig, þú veist, getur ekkert gert neitt meira, það er bara, Gott að minn samt, gera verkum sem þetta Icelandic Hero er ekki að tára það. nei, ekki rétt. Þetta er, já, Sigurvaft Freyr er þarna Ú. undir tower með ekkert mana. Dreipur ekki. Nei, því miður, ó, Caitlyn og Caitlyn. Caitlyn allt í er svo að fyndið. Þú veist, það er svo gott þegar hún er ahead og svo umulagt ef hún er behind. Það bara gerir það náttúrulega bara- damage. Gerir ekki nýtt. Það er svo fyndið hvað maður er bara svona, oh my god, Caitlyn allt er að fara að koma. Svo gerir það svona 200 damage mestalagi. Já. Alltaf, Hún þarf items, hún þarf damage, hún þarf crit og núna er hún 5 levels undir þarna í þessu fæti og bara með kollektor. já, nákvæmlega. En En leikurinn er ennþá í gangi. hann er alveg í gangi, þótt að sé hérna 8K gold set hérna hjá CBT. Það er Það er 15 mínútur Það er inn, I'm virkilega not gonna erfitt. lie, það er svolítið sárt. CBT þarf bara dálítið að bíða eftir að Whisky klúðri og vonast til þess að fá eitthvað af þessum bountyum, kannski aðalega bounty á MF eða á Talon
MF kannski auðveldari að drepa svona á pappír og þeir eru náttúrulega með Nocturne, þeir eru með Sylas, eru með Caitlyn Lux. Ef þeir ná að veiða Miyagi væri það sjúklega gott fyrir þá. Það er mögulega bara eina vinkona þeirra. Nákvæmlega. Og já, einmitt, Whiskey svo sem í midgame áður fyrr var ekkert eitthvað, voru alveg góðir í að þróa í midgameinu sinni. Einmitt. Þannig að, who knows? En það væri samt alveg generational þró að þróa þannan leik. Já, en þannig allt þetta sáfram á Miyagi, já. Er það kastur? Jæja. Ok. Jæja, áttum við að segja eitthvað. Þetta var svona smá dessert, hann er bara standað það inn í miðjunni að what is bro doing? Þetta er 1000 gull 17 á, þú veist, MF, þú veist, come on, þú veist MF. Þú getur hlaupið hratt en that's it. Hlaupir ekki ná hratt í burtu frá þessu. Nákvæmlega. Eru þrýrinn að fæta þetta Red Buff Icelandic Hero, nærða samt. Beindos og Cat Maniac þannig á leikmanni taka niður, Icelandic Hero bara hoppar og skapar í burtu. CPT nær. Engu meira út úr þessu, Cat Maniac er ennþá að hafvera þarna, mögulega komin í þú veist. Þessi stannur gerir smá damage sína kannski. Já, spurning hvort hann fari, hversu djúpt hann fari. Gott kombo hjá Kirsten Reign þannig að taka Cat Maniac niður. Fyrir þetta núna bara að snúast í hag CPT? Mögulega. Whiskey er að þróa. Ég sagði þetta alltaf snemma. Þetta var, já. Núna er gullmunurinn 6.000 í staðinn fyrir 8. Þið gæti verið smá bobba, hann er með flash. Svolítið miklu bobba en er að koma sér nógu langt í burtu. Já, hann er fæn. Já, hann er fæn. Hann er með 3 workout dashes í kittinu sínu núna. Tímabundið. Þau ætla bara að pusha myndlegin reyna að ná smá gullfara sem turret. Örgulega ná... Rosalega satisfying það nýja eitthvað svona crystallized dæmi. Cat Maniac hopparinn ætla að ná stönnur, stönnur á Lux! Mikið damage á Cat Maniac en hann er svona að lifa af. Icelandic Hero er að hlaupa þarna fram hjá Bench og er bara að reyna að elta Kirsten Reign uppi á meðan tekur Beindos Bench niður og Miyagi fær killið á Lux sem Talon setti algjörlega upp fyrir hann. Já. Á meðan er bara Siggi að póka alltaf undir topp turret þarna sem er verið sjúklega mikið gull. Ég veit, ætti að það tier 2. Já. Gott allt þarna, dotsaði eð. Nei, ekki true damage Q-ið í gegn. Mikið damage á tower þarna. Siggi by the way með flash, hann getur tekið crazy playina. Please gera það, please gera það, please gera það. Oh my god. Flasha. Gera það, já. Nei! Þú ert að flasha inn, ekki út! Flasha inn í W. Það er auto-target, Hann er svo sem, þú veist, ok, selja sem í 12 af, þú veist, Ég held smá realistic. Ég held að Sigga hafi virkilega langað til að gera það en mér líður bara svo liðan, sé bara svona búið að hræða hann frá því að gera svona ego plays, svona gera eitthvað crazy. Hann hefði gert þetta direkt. Já, hann hefði gert direkt. Addi er, já. Já, Icelandic Hero er aðeins að leita en voru ekki með vision af Adda hana. Þannig að þau funda hann ekki og hann fær að lifa af báðir millinars fá ekki að lifa þetta af. Miyagi poppar allt. Rétt svo. Icelandic Hero. Eitt annað skot og hann hefur örugglega prokkað kollektor og fengið killið. Kirsten Reign. Kirsten Reign komin aðeins og framalega hana. Já, hljóp bara svona áfram til að halda þeim lengra í burtu frá liðinu sem held ég. Eftir að hún var human kott. shield dæmi, ég veit ekki alveg hvað það sé super sniðut. Nei, þú veist, eftir hún var kott. Já, það er alltaf leið. Já, ekki þess. En drekinn er mættur. Það er verið að olta inn og olta á Þegar Octopus er grátað í þessum leik, I swear. Ég væri svo leið. Já, en hann fekk samt 1000 gull á Miyagi áðan. Það er true. Fekk smá, er komið með ægi hérna. Leikmaður, hann kom sér í burtu held ég. Geggjað ultína frá, rút frá Kirsten Reign. Virkilega gott kombo þarna hjá Kirsten Reign. Octopus aðeins sáttari með annað killina á Miyagi. Virkilega. Ég meina, he deserves it eftir það sem gerist í byrjun leiks og þannig með Ori. Allir reyndar. Talon er að poppa allt þarna. Gott dodge yfir vegginn hjá Icelandic Hero. Octopus er hann rosa low. Ekki nóg low sem þannig Addi fellur þarna hjá Beindos Icelandic Hero. Komboði flast áfram frá Kirsten Reign.
Ó og nei! reyndi. Þetta var virkilega góð tilraun, rétt svo Já, eða svona vitlaust predict þarna. já. We love to see it though. Þú veist, mér langar að sjá meira flash inn en Já. flash út, by the way. Algjörlega, og þetta er 100% eitthvað sem CBT þarf að gera. Þau til verða þess að taka þessi komast- Whiskey Plays Já, núna. Þau eru komin komast það aftur inn í leikinn. mikið behind. Þau eru 12k behind right now. Já. Það eina sem þau geta gert er bara að taka smá in plays og vona það besta. Já. Uh, Og það er alveg búið að ganga eitthvað, þeir eru alveg búin að ná einhverjum picks. já. Það er svona, það er pínu von, en Whiskey er núna að taka dreka nummer 3 og þetta er hann Bergur. Bergur fyrsti að falla. Bergur, já. Við erum með Baron eftir það. Getur verið að Whiskey er að leita að... Nei, Er ekki Baron eftir? Jú. já, jú. Það er bara gallaðir tæmir hann. Já. En jú, og hérna CBT er dálítið að staðista sig í svona eigin jungli, búið að setja traps þarna en spotted. Fullt af ping sinna að leita inn. Talon hafar inn, geggjað loksdóltina. Ætlandi Kira þarf að flasha í burtu frá þessu loks alltaf er hún Caitlyn rosalega að gera, oh my god. Caitlyn alltaf nær Cat Maniac drepur hann þarna. En Whiskey er að halda geggjað áfram rútur frá undir tower, svo mikið damage frá tower, en Baurinson er samt að lifa af og þetta er What? 4. Úff, að 4 leikmenn ennþá á lífi hérna hjá Whiskey, vá, ég var ekki að búast því. Þetta var samt svo close með við stöðuna hjá CBT eins og er. Virkilega. Þetta var svo close. Baunadós næstu í dó. Þetta var frábært hérna jútil frá Kistarein verið að segja. Ætlandi Kira næstu, þetta var virkilega tæft. Já. En taka gert meira heldur en Inhibitor. Nei, þetta var líka rosalega fyndið Octopus hérna ulti. Þú veist, þetta var, þú veist, hann bara svo Já. oftar í miðju tímfætti. Já, og það fer bara samt einhvern veginn framhjá. Það er bara svo, újúp, Já. á miklutúka. Já. Já, ég meina, Ég held ekki að það myndi lenda, We'll take it. það leit 100% út eins og ég var bara að það er einhvern að fara að hoppa. Já, En ég meina, Cat Maniac aftur, sacrifice his life. já. En við erum mætt aftur í, er þetta Deja Vu? Þú veist, hvað er enga ekki? Við erum mætt á sama stað. Talon reyndar að hoppa inn, tekur hérna, Já, Já. en Beinadós fær killið á Já. bench. Og Whiskey er bara að múfa fyrir bar. Ambessa heldur áfram að pussa topp og heldur kannski nokkrum leikmum frá CBT þar. Að minnsta kosti Kissandei mætir þetta Katsaway við en Ambessa snýr bara aftur í baran fyrir vina. já. Þetta er hérna, ég held að við séum á síðustu mínúndunum núna. Ég verð að segja. Að því ef Whiskey endar ekki hérna þá finnst þess mér að fyrst og reglur smá fáránlegt. Þeir eru með Já. Baron. Second of all, það var því smá að gefa meiri sens og CBT að koma sér aftur inn í leikinn. Jújú, þeir eru í 16k gold deficit en þeir meira svona að lengja leikinn meira ertu smá að þróa. Já, þannig- algjörlega, Whiskey á 100% bara að reyna enda leikinn núna og þeir eru að dreifa liðinu sinni þannig að þeir reyna að Leita piki, leita pikki og reyna að ná mikið bend. push allstaðar. Þetta er horrorminn í leikurinn. Beinadós og Æslandi Kira hoppa þarna inn, alltið notað á bench, Æslandi Kira hoppa bara inn og gerir svo mikið skada. Mikið bend, það vildi bara farma jungle sitt bæði við. Já. Þú veist, ætlar bara að ræna minions af bara öllum í CBT. Og, Basically gera það við bench. já, og Whiskey núna bara búin að staðista sig þannig að mitt er að pusha og bot og top eru að vera pushed. Nýta þetta Baron buff virkilega vel. Cat Maniac og Æslandi Kira var að tryggja að Ó! vá, hvað kom ekki damage. MF. Þetta Já, mjög fræga ER talented combo hjá MF. já. Ó, ó, flashar inn í charmið. þarna. Og Siggy poppar Sonjas ekki nós en ég held að allir falli bara. Já, þeir eru bara að klára á meðan leikina. Njóki er stund, það er síðan svo lengi að það er samt ennþá á lífi. Það er Orkan allir að verður hoppa að kemur inn á hann og næra að taka niður. En Það er Octopus að gera eitthvað hérna. Nei, Nei. rétt svo ekki 1-8 auðvitað að hann dreipið Æslandi Kira á. og þetta er leikur fyrir Whiskey á móti CBT.
Já. Þetta var síðustu leikurinn á bestu 3 af því þetta núna er Whiskey 2-0 á móti CBT. Hélt ég að þetta myndi fara svona? Nei, Nei, ekki heldur. Ég held að þetta myndi fara upp í 3 leiki. ég hélt það, virkilega. Ég held samt, sko, CBT mjög sterkt lið. Algjörlega. Whiskey samt með Icelandic Hero bara komin á okkur annan skala, finnst mér. Ég veit ekki, þetta, þú veist, mér fannst eins og Whiskey fyrir áramót var svona, það var ekki fullmóta lið. Þóttir voru búin að spila ógeðslega lengi saman, það vantaði bara alltaf eitthvað. Og mér finnst Icelandic Hero vera svona svarið þannig í liðinu. Miklu meira smooth leikir. Icelandic Hero 100% MVP í þessum 2 leikjum. Var rosalega mikið bara að stýra og leiðbeina og bara frá fyrsta play sem hann gerði þá bara boltinn fór að rúlla. Nákvæmlega. Og þessi bolti sem Whiskey er búin að ná að bara svona setja á stað fyrir að bara halda honum rúllandi og bara svona einmitt, við vorum að tala að Whiskey þyrfti virkilega að þróa til þess að CBT ætti einhvern séns og það voru einhver smá Já, misplays. Gnesti gerði það í millinu. Já, einhver svona dálítið misplays, þú veist, þeir áttu að geta verið eitthvað caught en ég meina það líka bara CBT að sína að þetta líka sterkt lið og þau geta ennþá eitthvað jafnvel þótt að séu behind en Whiskey fekk bara þarna lead í byrjun og bara náðu að bara keyra það áfram til bara enda leiksins og spilaðu þetta bara virkilega vel. Mér finnst líka drafti hjá CBT ekki gott. Ef ég má vera smá bland. Já. Af hverju voru þið ekki bara að hleypa þú veist, af hverju eru þau að, sko, ég skil Nocturne pickið. Ég skil það mjög vel. Algjörlega. En þú ert búin að sjá Ori pick og Elise pick. Hvað að fara að vera næsta picki hjá Whiskey? Þú veist, hvað svona compositioni hjá þeim? Það að fara að vera dive. Þú ert með player í liðinu þínu sem var one trick í dive, þú veist, besti anti-dive karakterinn í leiknum. Af hverju það ekki picked fyrir ekki að snemma? Því maður veit að það að fara að vera band, þegar var band síðast. Af hverju? Því ég var bara from the get-go var ég ekki hrifin. Og þú ert að vísa í Janna á Kisterein. Já. Já, og það hefði eftir að vera herra priority. Lax, bara leið og ég sá Elise, Ari, ég bara, þetta ekki laxleikur, sko. Nei, og þetta var líka svona kombo sem kom inn svona dálítið eftir á, í staðinn fyrir að vera eitthvað svona primary, svona kombo sem það CBT gat byggt liðið sitt í kring, þetta var meira bara svona, þú veist, þetta kemur svona eftir á og kemur líka inn í dive hjá Whiskey og bara, þú veist, Whiskey án og þegar bara virkilega auðvelt með að drepa Caitlyn og svo líka auðvelt að drepa supportin. Ég mjög hrifin af Caitlyn Lux, en þetta mitt, ég líka, þetta mjög sterk kombo, það samt smá overrated í mörgum komps. Þetta ekki áæklað fyrir öll compositions og ekki þarna. Mér hefði meira þess að fundið Lulu vera miklu betri í þessum leik. Já, mögulega hefði haft bara miklu meira value. Já, mér finnst bara, þetta var smá, ég veit ekki hvort það var eitthvað miscommunication í draftinu, það þarf bara smá að, maður sér sirka bara hvernig draftið hjá Whiskey og af hverju maður ekki að smá gera ráð fyrir því í draftinu sínu. Það var svolítið svo var ekki gert ráð fyrir að það var að fara að vera dive, af því það var ekkert í liðinu sem var anti-dive. Nei, akkurat. Eiginlega ekki. Nei. En þannig ég býst við að fáum að sjá CBT samt aftur, bráðalega, og ég held að ég muni bara koma aftur sterkari. En Whiskey á minnskosti sýndu sér mjög vel í þessum leik og eru komnir, minnst að vera talsverð sterkari en fyrir áramót, því ég horfði á það fyrir áramót. Það verður virkilega spennandi að fylgjast með þeim og hvernig það gengur í framhaldinu. Nákvæmlega, mér finnst þetta mitt svona aðal takeaway mér finnst CBT ætti að vera aðeins að nýta sér meira Kiss the Rain. Já. Af því hún er það góð support. Akkurat. Hún sýndi sjálfur meira þess að Álax var það behind en var svona notið jú til ógeðslega vel í teamfights. Já, eiginlega og hvort það bara svona meiri hlutin af þessum picks sem CBT náði eftir að var út af því að hún hitti combos. Nákvæmlega, sem svo sem þú veist að make a sense af því hún er svona aðal þú veist manneskjan til þess að byrja þessi picks. Annars ég held að þú veist, síðasti leikurinn, það svolítið erfitt að dæma út frá því að þetta var bara það lélegt tímkamp. Já, og CBT var líka bara með svona þannig tímkamp að ef
ef þau komast af stað þá eru þau virkilega sterk Já. og bara svona með virkilega mikinn sens á bara að gera sem þetta sterkara en þetta er dálítið svona allar svona einhvern veginn heitunar sem eitthvað erfitt að spila aftur úr, það er rosalega erfitt að spila Caitlyn ef það er verið að pusha þér inn, þú ert Caitlyn, þú ert að vera að pusha öðrum inn en Caitlyn var bara undir sínum eigin turret allan tíman og þú veist, svo er þetta að spila eitthvað svona combo Caitlyn Lux sem á að vera mjög lane dominant Já, og þau töpuður lane náttúrulega út af því þau voru permagagt og allt það já. En- Samt með það, einmitt, þú ert á móti Talon Elise. já, Þú ert smá svona, hvað gæti gerst í þessum leik? Talon. Mun hann early ganga? Most likely. já, Mun Elise mögulega hoppa á mann og gera verkum og færa instant stun? já, Já. Já. Hvað maður gera þá? einmitt. Ekki vera super aggressive á þeim tímum sem, þú veist, eða vera minnst kannski mjög aware að það getur verið að tala að koma level 3 eða level 2. Einmitt, og, þú veist, og þá hefði einmitt þurft að hafa bara wards á bara öllum stöðum þaðan sem Talon getur ganga frá sem eru frá fleiri stöðum heldur en bara svona almennir junglerar og mögulega líka einmitt bara velja support sem þú veist, kannski hefði bara eitthvað svona algjörlega svona baklínu support haft bara svona meira value þótt að þau væri gefa lane sem Caitlyn vill náttúrulega ekki gera en jafnvel að pikka bara Lulu eða pikka Soraka eða þá búið að banna já, þau bönnuði Sona og þau bönnuði Nami snemma þannig það var strax tekið í burtu en þau hefði kannski bara átt að ákveða snemma að spila bara alltaf svona behind í botnagrunni Já, maður tekur líka eftir því að hafa rosalega gott, að því maður tók eftir að Whiskey var búið að drafta þetta teamcomp, var búið að plana þetta. Það algjörlega munar rosalega miklu að plana teamcomps. já, Það er rosalega erfitt í lík, það er, þú veist, allt öðru í öðrum leikjum, þú veist, eins og Overwatch, Valorant og svoleiðis, að því þú þarft svolítið að svona, þú veist, hverjum er að spila á móti, þú veist, hvað er að fara að banna, hvað er metaðið, þú ert svolítið svona að gera on the go. En að hafa þetta, þú veist, hafa nokkuð teamcomp sem getur virkað, að því með þetta first pick á Ahri var smá óvinnilegt, fannst mér hjá Whiskey. já, þetta og var mitt- strax svona wow, Já, hvað og er Miss í gangi? Fortune leið og ég sá það, ég bara, they're cooking something here, skilur, hvað er í gangi? Þannig, einmitt, þannig sáum við svolítið mikið mun á að undirbúa sig versus að ekki undirbúa sig. Já. Eða bara svona föndra líka, að föndra smá. já, og hafa kannski svona sterkt þema og bara svona plan fyrir leikinn áður en leikinn byrjar Já, einmitt, menn það munur rosalega miklu. En á minn sko að segja, þetta var Whiskey CBT 2-0 fyrir Whiskey og við erum einmitt held ég bæði samanlega að MVP-in á þessum leik er Icelandic Hero. algjörlega Við ætlum bara að segja þetta gott í kvöld og við sjáum ykkur bara í næstu viku á mánudaginn. Takk og bless. Býttu hann að skipta akrein?